Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið í sæl og blessuð og verið velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti Ragnheiður Davíðsdóttir og í þessum þætti höldum við áfram að fjalla heilbrigðismálin. Núna dálítið, hvað ég segja, erfitt málefni sem vil ég meina dálítið falið í samfélaginu og það Alzheimer. Það sagt að samkvæmt upplýsingum frá Alzheimer-samtökunum að það séu 5.000 til 6.000 mann á Íslandi sem eru með einhvers konar heilabilun. Og til þess að ræða þessi mál hef ég fengið hérna Kristínu Kristófersdóttur sem reynslubolti, getum við sagt, í að annast Alzheimer sjúkling. Því maðurinn hennar greindist með Alzheimer þegar hann var einungis 52 ára. Vertu velkomin, Kristín. Takk fyrir. Mér langar til þess að spyrja þig fyrst, bara svona rétt til þess að setja áheyrendur og áhorfendur inn í málin. Hvað Alzheimer? Alzheimer sem sagt heilabilun og getur verið alls konar og minn maður sem sagt með svona venjulegt Alzheimer sem hann með. Og þetta lýsir sér svona eins og þú segir réttilega, hann með svona snembært Alzheimer sem þannig að hann var einungis 52 ára gamall þegar hann fær greiningu og hann búinn að vera með þennan sjúkdóm í 8 ár og svona fyrstu svona einkenni þegar við vorum fann átt okkur á því að hann var að breytast, að það var svona kannski 2 árum áður en hann fær greininguna sjálfa. Og þá var það svona meira svona, þetta voru svona persónleika svona truflanir svolítið og hann var farin að verða svolítið svona áhugalaus og svona sinnulaus og hann hafði verið starfandi sem skipstjóri í mörg ár og hann svona var komið svona verkkvíði í hann líka og hann átti svona erfitt með þegar hann var að gera svona vaktaplön og annað sem hann hafði nú vilt verið fljótur að gera, þá var það að fara að taka svona langan tíma hjá honum og svo var komið svona líka að byrja svona verkstól í hann líka þannig að hann var svona átt orðið erfiðleikum með hvernig kaffikannan virkaði og svo voru þetta líka svona auðvitað minni líka þannig að hann var farin að gleyma töluvert miklu Þannig að svona óvenju, manni fannst þetta eitthvað skrítið og hann var alltaf að týna einhverju, týna úrinu sínu eða beltinu sínu eða einhverju og lyklunum líka og þá var þetta alltaf svona, þá var hann alltaf að tala að einhver hefði stolið þessu frá sér Þannig að svo fórum við bara að leita og þá fannst þetta. Þannig að grunaði ykkur einhvern tímann að þetta gæti verið Alzheimer? Það nú málið okkur datt nú fyrst í hug kannski þetta gæti verið kulnun. Og svona 2 slæmum kostum þá hefði maður frekar valið það en Alzheimer þó að það sé líka alvarlegt en í rauninni kannski bara vildi maður svolítið útiloka það ég var með mömmu þegar hún var orðin öldri kona og komið með svona öll í glöp og var búin að fara með henni með hana í gegnum minnismóttökuna á Landakoti og ég verður að segja það voru farin að vera þarna svolítið lík svona einkenni hjá þeim báðum en ég bara gat ekki hugsað mér þetta ég bara fór í afnetin ég sagði bara þetta getur ekki verið að fara að koma fyrir okkur að þú veist að minn maður sé að fá heilabilun það bara klófin ungur já bara svona ungur maður og þetta bara lítur að vera bara einhver vitleysa í þér þannig að ég svona bara reyndi svolítið að setja þetta til hliðar En hvernig hann fær greiningu þannig að hann 52 ára já. Og eftir því sem hann sagði mér þá var hann svona frekar, vil ég meina, kuldalegt viðmót sem þið fengu. Þetta náttúrulega heilmikil tíðindi að færa fjölskyldu. Algjörlega þetta setur alltaf kól hjá manni og maður á svona að vera svolítið í blóma lífsins en þetta bara breytist í martröð. En þetta það var komið að þeim tímapunkti að hann fór í veikindaleyfi og vegna þess að þeir voru farnir að gera athugasemdir með störfin hans og þannig að það var þá næsta skref að fara til heimilislæknis og fá hvað við ættum að gera, hvort þetta væri kulnun eða hvað þetta gæti verið og þar fór hann í minnispróf og kom ekki vel út því minnisprófi.
Þannig að það var ákveðið að hann færi áframhaldandi þá á Landakoti, á minnismóttökuna þar í frekari greiningu. Og það var rosalega erfiður tími. Þetta fóru 4 mánuðir í þetta, þessu greiningu. Alls konar próf, minnispróf og myndatökur á heila og til þess að þetta gætu kannski verið einhverju blóðtappar eða eitthvað sem að væri að valda þessu og sem var ekki. Og þetta voru það mænu ástungun og taugasálfræðipróf og síðan fór hann í þessa jáandaskanna sem var þá ekki komið til Íslands, þannig að hann fór til Kaupmannahafnar og það var svona eins og lækninn sagði svona til þess að velta öllum steinum við, þannig að það væri ekki verið að, þetta væri ekki einhverju aðrir sjúkdómar og þetta einhvern veginn þetta bara lá við að það voru öll próf sem sýndu fram á þetta væri Alzheimer og við svona þetta var rosalega erfiður tími og maður einhvern veginn bara var í lausu lofti einhvern veginn með þetta og bara maður vissi ekkert hvað var að fara að taka við og bara svona svo fer einhvern veginn bara fer maður að hugsa það versta og þetta var bara rosalega svona leiðilegur og erfiður tími. Nú eru margir sem hafa svona hálfgerðar ranghugmyndir Alzheimer og þegar ég var að ræða þetta svona í mínum innsta hóp fyrir þáttina þá var alltaf spurt, er hann þá orðinn aggressífur, er hann þá orðinn ofbeldisneigður? Það eins og það hangi einhvern veginn í loftinu en það eru auðvitað ýmsar birtingamyndir á Alzheimer. Það eru rosalega margar birtingamyndir og það má kannski að því að tala um kuldalegt viðmót áðan að þegar við förum svo til læknisins og hann tilkynir okkur þetta sé Alzheimer að það voru frekar svona kuldalega kveðjur. Þannig að það var í rauninni bara, þú ert komin með þennan sjúkdóm, Alzheimer, það var ekki farið neitt í gegnum það hvað væri að fara að taka við eða hvernig einkenni sjúkdómsins væru, þá maður væri kannski búin að lesa sér sjálfur til það og það var bara skrifað upp á lyfseðil fyrir hann, lyf sem áttu bara að hægja á einkennunum og síðan fórum við bara heim og þeir komið svo eftir 2 mánuði og við tökum stöðuna með lyfin. Þannig að minn maður í rauninni í þessu ferli meðan hann var í veikindaleyfi vorum að bíða, hann áttaði sig ekkert á alvarleika málsins og og hann nú frekar bjartsýnn maður og hann var alltaf bara nei, þetta er ekki Alzheimer, ég á eftir að ná mér á strik og ég verð fann að vinna aftur í haust en svo þegar hann fær þetta að hann sé komin með þennan sjúkdóm, en alvarlega sjúkdóm Alzheimer, að þá var hann bara alveg brjálaður hann bara fyrir fram að læknin hann var bara rosalega reiður skiljanlega og þá bara áttaði hann sá bara hvað er ég að fara að gera, ég er að fara að missa vinnuna og hvað er að fara að taka við. Og hvað tók við? Já, það bara við fórum heim og bara þurftum aðeins bara að reyna að hugsa okkar mál og við eigum 2 dætur, önnur er nú farin að er farin að búa og svo er hinn, hún var nú bara 15 ára þegar þetta gengur yfir og við vorum svo sem búin að ræða þetta gæti verið möguleiki, þetta gæti verið þessi sjúkdómur en maður svo sem var alltaf að vonast til þess að það væri ekki og við erum bara aðeins að reyna að anda bara og sjá hvernig við ætlum að taka á þessu. Dóttir mín, hún hjálpa okkur rosalega mikið, eldri hún er lögfræðingur með svona öll hans réttindamál, var bara gríðarlega mikill stuðningur þar og því þetta er bara erfitt, þetta er mikill hrærigrautur. Var það virkilega þannig að það var enginn sem greip ykkur eftir þessa greiningu? Nei, það má ekki segja það, nei, það var enginn sem greip okkur. Þið fóruð ekki á námskeið sjúkdóminn? Nei, það var ekkert sem að greip okkur þarna, við bara hann fer bara með þennan lyfseðil heim og ég var í rauninni ég hringdi svo í læknin vegna þess að ég sagði við Jónas að nú væri þetta bara verkefni sem að það væri búið að færa okkur upp í hendurnar og ef að ég ætti að taka þátt í þessu með honum að þá yrðum við að vera opinská með þetta og það yrði ekki feluleikur með þetta því þetta verður stundum feluleikur. Og þetta er svolítið eins og með geðsjúkdómana. Allt sem er svona heila tengt að það er einhvern veginn fólk vill helst ekki ræða það. Og ég hringdi í læknin og ég sagði við hann bara vissi það, við verðum að geta að tala við fólk á okkar aldri. Sem betur fyrir ekki margir sem að greinast svona snembærir en þetta er alveg til og þessu fer fjölgandi
og ég sagði við hann, við getum ekki verið í stuðningshópum með fólki sko 70 plus, við verðum að geta verið innan fólk á okkar reki. Þannig að þá það sem að hann var svo vinsællegur og bendir okkur á Alzheimer-samtökin og það var þá svona fór þetta ganga miklu betur sko, þannig að við fórum þangað og það var tölum við félagsráðgjafa og það eiginlega hann sem að svona fer með okkur í gegnum þetta, svona hvernig sjúkdómurinn og þróunin og svona lífslíkur, þetta auðvitað alltaf dauðadómur sko, þetta endar þannig, það ekki til neinn lyf, það ekki lækning til við þessu, þannig að og við vorum svo heppin á þessum tíma líka að það var fólk svona sem var að greinast á svipuðum tíma og hans svona snembært og við sem sagt gátum, það var að búa til lítinn hóp og við svona við stofnum frumkvöðla saman og vorum svona að reyna að kynna þetta svolítið og þetta var til þess að hópin stækkaði mjög fljótt sko og þá bara fór allt í gang og við gátum svona hann var alveg ómetanlegur þessu hópur og við höfum alveg haldið saman sko og gerðum margt skemmtilegt og ég man að maðurinn minn tala oft það hvað var gaman að hitta fólki sko. En eftir greininguna Kristín, hvernig þróaðist sjúkdómurinn meðan hann var enn heima? Sko hann gat átt, ég myndi segja hann hafi átt svona 3 góð ár heima, svona allavega 3 góð ár og hann var sko hann var alveg þokkalegur þá sko, hann gat verið heima, hann svona reyndum að halda rútinu, ég var í minni vinnu náttúrulega bara, þannig að hann vaknaði á mótnana með mér og við eigum hund sem hann var rosalega duglegur að fara út með og gefa honum að borða og hundurinn var í rauninni, hann hjálpaði honum alveg rosalega mikið hundurinn og hann var duglegur að fara út að ganga og hann fór í ræktina og við stundum sjósund líka saman og hann var duglegur að púsla líka og var alveg ótrúlega eiginlega duglegur með það sko. Hvernig voru einkennin á þessum tíma? Sko hann var í rauninni bara, þetta var svona allt í lagi, þetta var alltaf verra minnið hjá honum og en svo kannski svona undir það síðast þegar hann gat verið sko þegar hann var búin að vera heima 3 ár, þá sá maður svona að hann var að verða svona óvirkur og hann var farin svolítið að týna sér sko, þannig að hann átti til dæmis þegar hann átti að fara út með hundin þá hann fór alltaf sama hringinn með hundin og hann var svona farin að villast svolítið. Þú ekkert verið hrædd hann? Nei, ég var aldrei hrædd með hann sko. Og hann skilaði sér, þú veist, hann var bara lengur að öllu og þú veist, hann þannig að hann var að villast svolítið líka við áttum heim í blokk og hann var að villast svolítið í stigaganginum, fara á vitlaus og hæð og þannig að hann var svona, hann átti orðið í erfiðleikum með að fara í fötin sín líka og svona var nú kannski ekki alveg svona því ég var ekki heima allan daginn þannig að ég held að hann hafi nú ekki alltaf verið að næra sig alveg nógu vel heldur, þannig að maður sá að virknin var orðin lítil og það þurfti að fara að gera breytingar, þannig að og ég bara svo lánsum að ég er búin að hitta svo mikið góð fólki sem hefur hjálpað mér og það hefur eins og í Alzheimer-samtökunum líka mikil stuðningur þar bæði við skjólstæðinga og líka við makana líka og þannig að ég var alltaf verið rosalega lánsum með að þetta hefur einhvern veginn komið alltaf upp í hendurnar á okkur á réttum tíma og þessum tíma þarna eftir 3 ár heima þá sem sagt var komið að því var farið að benda mér á að það væri kannski ágætt að fara í dagvistun og ég nefndi það við hann og hann fór í Hlíðabæ sem alveg frábær dagvistun, mamma mín hafði verið það líka og það rosalega mikil virkni en það verður að segjast eins og því það stundum talað þennan sjúkdóm sem sjúkdóm aðstandenda og ég tek svo undir það vegna þess að maður þarf að taka allar ákvarðanir og ég gat aldrei rætt þetta við Jónas og hann varð bara reiður og fannst ekki tímabært að vera að tala um þessi mál og bara eins og með að þegar hann hætti að keyra til dæmis, hann hefði ekki fundið það sjálfur sko, honum fannst hann alveg vera fær að keyra en maður var fann að sjá að það var ekki alveg að ganga nógu vel hjá honum og þá þurfti maður svona eins að ræða við hann með sko, þú veist, hvað ef einhvað kemur fyrir, það væri svo hræðilega sárt sko
og væri þá ekki betra þá bara að hætta keyslunni. Þannig að hann var auðvitað mjög ósáttur með það fyrst, en hann var alltaf svona frekar fljótur að jafna sig. Og ég skil það alveg þegar þú ert svona ungur að það er svona verið að rífa allt frá þér sko. Og sama með dagvistunina líka þegar ég fór að nefna það við hann að þá fannst honum bara að ég væri að bóla sér út af sínu heimili, þú veist, þannig að það var bara þannig. Þannig þetta voru alltaf erfið mál sko að tala við hann með. Ég á vinkonu sem á eiginmann sem greindist þegar hann var á 70-aldri. Ég held að sé 10 ár síðan hann greindist og hann var í Múlabæ og en þetta í dag. Sjúkdómurinn hans hefur þróast aðeins öðruvísi heldur en hjá Jónasi. Hann enn heima milli þess sem hann í dagvistunni og það í rauninni svolítið skemmtilegt að segja frá því að vinkona mín, hún tekur þetta svolítið á húmórnum. Hann að gera alls konar vitleysu sem kannski ekkert hættuleg, skilurðu. En hann á það til að vakna á nóttunni og skrúfa frá vatninu í öllum krönum. Hann á það til að kveikja á eldavélinni og þetta auðvitað hættulegt. Einhverju sinni fór hann út þó að það væri búið að gera ráðstafanir að hann kæmist ekki út, þá einhvern veginn lærði hann á hurðina og fór út og viltist og kom alveg ómögulegu tilbaka. Það var annað líka sem hún sagði mér sem að mér fannst svolítið merkilegt að ef hann fór eitthvað, til dæmis í sumarbústað með börnunum sínum eða eitthvað svona var öðruvísi heldur en venjulega, að þá tók langan tíma að venja hann við aðstæðum og hún sagði einmitt að það væri svo mikilvægt þessi rútína, bara að það yrði enga breytingar. Þetta sammála því? Já, algjörlega sammála. Þessi sjúkdómur þannig að það þarf að vera röð og regla á öllum hlutum og allar breytingar fara mjög illa í þennan hóp fólks sem með þennan sjúkdóm. Þannig að en ég sem betur fyrir var svo heppið með Jónas að ég var einhvern veginn aldrei hrædd með hann og hann var ekki að kveikja á eldavélinni, hann einhvern veginn lét það bara vera og hann svaf alltaf bara svona frekar þokkalega vel sko, þannig að hann var ekki að sko koma sjálfur sér í hættu á neitt nátt. Nei, ég gat ekki, það var aldrei neitt slíkt sko. Og við áttum bara mjög skilningsríka nábúa sem að þú veist vissalega hvernig staðan var með hann sko og og bara þú veist þetta var aldrei neitt vandamál með það sko. En það var auðvitað mjög gott þegar hann fór í þessa dagvistun í Hlíðarbæ því að þar var svo frábær virkni og að því að við vorum búin að stofna hana frumkvöðluhópa þá var svona reynt svolítið að koma fólki þangað sem að var með sem hafi verið að greinast yngra og þau voru bara nokkur úr frumkvöðluhópnu sem voru þarna niður í Hlíðarbæ og það var alltaf einhvað að vera þarna, það var aldrei dauðupunktur sko þannig og reynt að koma til móts við sko svona einstaklingsþarfir, það var allt, þau voru svo flink að finna út hvað væri hægt að gera þannig að þeim myndi líða vel sko. Hvað var hann lengi á Hlíðarbæ áður en hann fór á grund? Hann náði að vera þarna í 2,5 ár. Hann átti 2 góð ár þarna og þegar hann var nú búin að sætta sig við að vera þarna þá var hann bara rosalega glaður. Hann félagslyndur og finnst gaman að spjalla við fólk og hann gat verið þarna innan fólk sem hann þekkti og þau voru að fara mikið út að ganga og í sund og alls konar, alltaf eitthvað að vera. Fara á kaffihús og bara mjög skemmtilegt. En eftir þessi 2 ár, það var síðasta hálfa ári sem að var mjög hann eiginlega gat varla verið þarna. Þetta bara svo dásanlegt fólk þarna og þau hjálpuðu mér svo mikið og þau vissu að ég væri útivinnandi og þau voru alltaf að reyna að finna lausnir þannig að hann gæti verið þarna meðan ég væri að bíða eftir hjúkrunarheimili og þannig að það var sumir voru að mæta fyrir í vinnuna, þú veist, þetta átti að byrja klukkan 8 og að mæta korter í til þess að ég geti komist í vinnu og þau voru bara alveg frábær sko og svona lausna miðuð. Þannig að, en hann var farin að vera erfiður þarna vegna þess að hann var bæði farin að vera mjög illa áttaður
og hann hafði lítið tímaskinn, þannig að hann var fannst alltaf eins og hann ætti að fara heim og hann var farin að trufla svo mikið og hann var farin að trufla hina skjólstæðingarna svo mikið. Þeir voru líka orðnir svo órólegir og svo var hann líka bara farin að sýna starfsfólkinu svona ógnandi hegðun og þannig að þetta gekk ekki lengur en þau hjálpuðu mér alveg rosalega mikið að svona með næstu skref. Þannig að það eru allir sem ég hef talað við sem að hæla mjög dagvistinni þarna í Hlíðabæ og reyndar á öðrum stöðum sem að boðið upp á slíkt. En svo eins og það sé ekkert millistig fyrir þetta fólk. Það verður bara að fara inn á hjúkrunarheimili. Það er næsta skrefið. Og þar það innan fólk sem mjög misjaflega á sig komið og virðist vera lítil virkni í gangi. Þessi vinkona mín sem farin að hugsa úrræði fyrir sinn mann þegar hann getur ekki lengur stunda dagvistina. Hún fór og skoðaði svona hjúkrunarheimili sem að stóð til boða og henni leist ekkert á blikuna. Þetta var eiginlega engin virkni þarna og þetta var eiginlega bara hálfgerður geymslustaður. Og hún nefndi það við mig að hún vildi sjá svona einhvers konar sambýli eða eitthvað slíkt þar sem að væri hægt að fólk gæti verið með aðstoð, fagaðila og væri í meiri færni heldur en það fær inn á hjúkrunarheimilunum, þú veist. Þannig að, ertu sammála þessu eða? Já, ég, svona eins og með Jónas, þegar hann gat ekki verið lengur í Hlíðabæ, þá tók svolítið við að því að yfirleitt þarf maður að bíða svona hálft ár eftir að fólk kemst inn á hjúkrunarheimili. Og ég vissi það alveg, þannig að það var verið að reyna að finna úrræði á meðan og hann fer, að því hann var orðinn svo erfiður í umgengni að þá fer hann á Landakot og þar í mánuð og það átti að vera svona til þess að reyna að lyfjastilla hann. Og það verður að segjast eins og að hann var, þegar hann kemur út þaðan, þá, mér leist nú ekkert á blikuna þá, því að hann var búið að lyfja hann svo mikið og hann var bara, fólki bara brá þegar að sá hann, hann var alveg bara flatur, Þannig að og svo fer hann á Grund og þar í, svona hvíldareinlegunum, fór í 2 svoleiðis og ég var sjálf búin að skoða mikið af heimilum og ég alveg viss það að það eru allir að reyna að gera sitt besta. Þetta er mikið af góðu fólki þarna og ég held kannski, þetta er svolítið vand með farið. Þetta væri kannski bara ef einhvert hjúkrunarheimilana kannski gæti tekið að sér að búa til svona deild fyrir eins og þá sem eru með Alzheimer svona ungir. Já, það er það sem og það sem að væri þá kannski meiri virkni. Og til dæmis eins og með minn mann þegar hann var í hvíldareinleikunum inn á Grund að það var ýmislegt í boði. Hann gat farið í sund þar, það er fullt af listamönnum sem koma og eru með alls konar skemmtun fyrir heimilisfólkið og sjúkraþjálfur, iðjuþjálfur og allt þetta. En mínu manni að því hann var svona sterkbyggður og var búinn að vera svo mikið í íþróttum, það var lítið að fara með hann út til dæmis í göngutúra og það var það sem að hann þurfti að því að hann vildi ekki svo mikið nýta sér hitt Þannig að það kom þá eiginlega meira í minn hlut að gera það vegna þess að þá starfsmannekla og starfsfólk hefur ekki svo mikið tíma til að fara þá með hann út. En svo eitt sem að ég held að fólk þurfi líka kannski að átta sig á því að þessir sjúklingar sem eru með Alzheimer, þeir eru rosalega mismunandi og þeir geta verið með alls konar einkenni. Já. Og það það þarf þá, ef það ætti að vera einhvers konar svona deild sem að væri meiri virkni, þá að því þeir eru oft nefnilega góðir í hreyfingu nefnilega og þó að kannski hugsunin sé orðin léleg en þá kannski, þá þarf að para allavega, þá þarf fólk að geta verið saman sem getur búið saman. Þannig að það sé þá ekki ónæði. Þannig að sumir geta verið mjög mikla skapsveiflur í sumu fólki og aðrir eru alveg á hinum endanum og eru bara sitja á sínum stól.
og til dæmis eins og mínum manni til dæmis núna að þá þolir hann mjög illa hávaða til dæmis. Það fer bara rosalega illa í hann sko. Þannig að það er þá einhvern veginn að stilla fólki að búa til hóp saman sem að getur, sem getur búið saman sko. Þannig að... En ég komst líka að því að margar eiginkonur og reyndar eiginmenn líka eru bara hvað á ég að segja, það náttúrulega ljótt að segja það en svona í hálfgerðri gíslingu heima með sína veiku maka og þessi vinkona mín, hún skipuleggur allt sitt líf milli klukkan 10 og 3 á daginn því þá er hann í dagvistinni, skilurðu. Og ef hún þarf að, hún segist ekki geta farið út með ruslið, hún segist ekki geta farið í sturtu því að hann getur tekið upp á einhverju. En samt er hann ekki en slæmur eins og þú lýsti manninu þínum, heldur þráir hún það að hann fái einhvers konar úrræði sem að hann getur notið sín, eins og til dæmis er tilfelli með fólk með þroskahamlanir, það fær einhvers konar sambýli þannig að það getur búið saman. En eins og þú segir réttilega, þá þróast sjúkdómur svo misjafnlega, en þetta fólk sem er svona bundið yfir makanum heima, því stendur ekki til boða eitt eða neitt til þess að hvíla það í rauninni. Hinn veiki getur farið inn í hvíldarinnlögn, en makinn, hann situr uppi með sína þreytu og fólk sem alltaf er á vaktinni, þá þarf auðvitað eitthvað að komast í burtu. Smá tíma. Það er bara mjög mikilvægt. Ef að maður ætlar ekki að brenna upp í þessu. Þannig að því miður bara þá eru sumir makar sem að bara enda sem sjúklingar. Af því að þeir eru búnir að, það er allur þeirra, þau eru bara búið með alla orku. Og þetta er líka því þetta er langt sorgarferli, þetta er langur tími og þannig ég held að sé rosalega, hvíldarinnlegnir eru mikilvægur. Og þær eru eiginlega gerðar fyrir aðstandendur, fyrir makana, til þess að þeir geti aðeins reynt að safna kröftum aftur. En makarnir fá ekki hvíldarinnlögn? Nei, makarnir eru náttúrulega þarna þá bara inn á einhvers konar, eru þá inn á hjúkrunarheimilum í hvíldarinnlögn og eru þar kannski, ég held að 7-3 vikur eitthvað svoleið sem að þú getur fengið mest. Já, hinn veiki meinar það. Ég er að tala núna um aðstandendur sem að hafa engin úrræði. Hún sagði mér þessi vinkona mín að hún vissi til þess að hvíldarinnlögn væri mjög dýr, kostaði eitthvað 40-50 þúsund sólarhringurinn. Eitthvað svoleiðis. Ég man ekki eftir þegar Jónas hann fór í 2 hvíldarinnlagnir. Við þurftum ekki að borga fyrir þær. Nei, ríki borga þetta, ég tek það fram. En ef að hún myndi sækja til dæmis, við getum orðaða, hvíldarinnlögna og heilsustofnuna í Hveragerði, þá fengi hún ekki krónu borgaða til þess eða styrk til þess að borga það niður. Já. En það er alveg ekki nema þá bara stéttarfélagið, ef hún er vinnandi þá geti það tekið þátt í því og ég fór í Hveragerði fyrir ári síðan og mitt stéttarfélag borgaði í því, þetta er auðvitað dýrt úrræði og en nei, það er ekki mikið sem að þú getur farið nema, þú getur farið í Hveragerði sem er náttúrulega dásamleg stofnun en það er dýrt úrræði og þannig að maður verður einhvern veginn að reyna þá að finna sér einhvað að gera. Þetta er eiginlega svolítið kaldhæðnislegt að makinn sem er í rauninni umönnunar aðili heima, hann fær ekki umönnunarbætur til dæmis. Nei. Eins og hann myndi fá, eða hún, ef að til dæmis barnið er að vera veikt heima. Og það er engin úrræði sem grípa aðstandendur sem eru bara hreinlega stundum að bugast. Já, algjörlega En ég myndi nú samt mér fannst Alzheimer samtökin hjálpa mér rosalega mikið og bara með hvernig bara með allt okkar líf fannst mér og mér fannst ég fá góðar upplýsingar hver væri næstu skref með hvert við ættum að leita en auðvitað er þetta og maður þarf að kannski og það er eitthvað sem að ég fann ekki hjá sjálfri mér heldur var mér sagt að ég er að reyna að passa upp á sjálfan mig og ég vildi halda áfram minni vinnu, maður hefur ekkert annað val en ég hef reynt eftir bestu getu að
fara eins vel með mig og ég get og ég fæ mikið út úr því að vera í hreyfingu til dæmis og bæði svona andlegri og líkamlegri hreyfingu og stunda sjóböð líka og ég fer til sálfræðings þegar ég þarf á því að halda því að bara stundum bara gott að fara til sálfræðings. Þetta getur þú og kannski aðrir aðstandendur sem í svipari stöðu og þú með maka sinn inn á í öruggu athvarfi en svo eru þeir sem eru bara bundnir heima yfir viðkomandi og eins og hún orðaði það vinkona mín, hún sagði sko ég hef fengið mikla og góða hjálp hjá Alzheimer samtökunum og hún lofaði þau samtök alveg en hún sagði líka jafnframt mér langar stundum að fara út úr þessum Alzheimer heimi algjörlega skilurðu og það getur hún ekki nema þá að fá eitthvað til að líta eftir manninu sínum heima og börnin hennar eru uppkomin og börnin þeirra og eru náttúrulega bara föst í sinni vinnu og hafa nóg að gera en reyna þó að hjálpa eins og þau mögulega geta. Þannig að senda það hérna bara út í loftið að það þurfi að huga meira að aðstandendum. Já, og maður þarf bara líka að vera svolítið duglegur að sko reyna líka að fá hjálpina og þiggja hjálpina líka. Af því að sumir, sko, ég skil það alveg, sumir makar einhvern veginn bara finnst þetta bara vera að þú eigir að gera þetta sjálfur og þú bara að þú viljir hafa þinn maka eins lengi heima og bara þú mögulega getur sem auðvitað mjög erfið. Stundum þarf bara einhver að benda mann á það líka að þú veist, nú bara komið nóg og nú þarf bara að fara Fólk festist svolítið í þessum heimi innan vegna heimilisins. Og þú vilt reyna að gera eins vel fyrir makaðinn og þú mögulega getur og þetta erfið ákvörðun að þegar að kemur að þessu að makinn fer inn á heimili, hjúkrunarheimili. Og maður heldur fyrst, sko, ég man bara þegar að koma að þessu þegar að hann fekk inn á grund að hann gæti fengið að vera þar og ég sko skal alveg viðkynna það að ég var með fordóma gagnvart grund og ég ætlaði svo sem ekkert að láta hann vera þar en og hvíldarinnlagnirnar voru ekkert búin að ganga neitt rosalega vel og þetta tekur opbóðslega á mann. Þetta svo erfitt þegar maður finnur að makanum líður ekki vel eða fólkinu sínu og ég einhvern veginn bara mér fannst bara, en svo fór þetta ganga betur og þegar kom að þessum að hann gæti fengið pláss þá tóku við mæðgur bara ákvörðunum að hann yrði þarna bara áfram því að það eins og með breytingarnar við vorum svo hrættar um það að ef við færum að fara með hann á annað hjúkrunarheimili þá byrjaði bara aftur sömu erfiðleikarnir þannig að við ákváðum að hann yrði þarna en ég skal alveg viðurkenna það að þetta var mjög erfitt og bara þetta voru svona bara hafa svo skrítið hann væri fluttur af heimilinu þú veist, hann var bara komin inn á annað heimili sem hann yrði til loka og þetta var eitthvað svo endanlegt fannst mér. Já, líka sko, ég fór líka að hugsa þetta reyna að setja mig í spor aðstandenda að þetta sjúkdómur sem að við vitum að leiðir til dauða eitthvað tíman. Við vitum ekki hvað lengi viðkomandi fær að lifa. En í öðrum tilfellum til dæmis, við getum nefnt alvarleg tilfelli eins og krabbamein, að þá alltaf vonin til staðar. Þarna eiginlega vonin tekin frá ykkur, ekki satt? Algjörlega. Og það það sem svo erfitt við hennar sjúkdóm líka. Þetta bara alveg rosalega ljótur sjúkdómur. Bara hægfara. Og já, þetta svona bara, hann læðir svona hægt og ljótt að þér, sko, tekur allt frá þér og þú verður bara ósjálfbjarga og það akkurat þessi von. Þú veist, það einhvern veginn, að þetta svo langt sorgarferli og við vitum aldrei hvenær viðkomandi deyr og bara þú veist, ég finna bara eftir því sem að tíminn líður hvað þetta fara að taka mikinn toll og þó hans ég komin inn á hjúkrunarheimili þá bara alltaf eitthvað nýtt sem tekur við í þessu. Alveg eins og þegar hann var komin inn á heimili þá hélt ég kannski líka að ég myndi fá smá hvíld og nú bara gæti ég kannski aðeins fara að hugsa meira sjálfa mig en þá bara sorgin sem tekur við. Þá bara svona, maður fyllist bara svona bara sorg og maður hefur meiri tíma til að hugsa, áður fór bara svolítið tíminn í alltaf verið að gera og græja skiluru og hugsa hans þarfir en þarna maður bara svona, hvað ætlar að fara að gera núna
og þú veist, og maður verður einmana. Já, og svona hálfgert tómarúm sem myndast. Algjört tómarúm og bara svona kvíð í manni líka. Já. Bara með framtíðina og hvað, þú ert 57, ég er 57 ára gömul. Hvað tekur við, skilur? Þá séstu það að hann greinist mjög snemma með marga aðra. Sko. Já, algjörlega, sko. Snúm okkur aðeins að bara fjölskyldunni og fjölskyldulífinu nú. Voru þið bara ung hjón, vil ég meina, 50 sem áttu mjög mörg góð ár framundan, ef allt hefði gengið vel. Hvernig breyttist bara svona félagslega tilvera þín? Sko, þetta náttúrulega breyttist helling, sko. Það er svona eins og ég segi, það er svona, þegar þessi greining kemur Alzheimer, þá bara einhvern veginn, það rökkva allir í kút og bara helst vilja ekkert að þessu vita og bara, er það þessi sjúkdómur, þú veist, og bara, og maður fann alveg, sko, að, ég meina, það sko, vinahópurinn alveg breyttist, sko, og það er kannski sem aðra sjúkdóma, það er einhvern veginn, það eru ákveðni aðila sem halda, sko, sem eru þétt að manni og hugsa vel mann og maður getur alltaf leita til og það er bara rosalega dýrmætt, sko. En sumir bara, ég meina, hann átti mjög góða vini sem að bara, þeim fannst þetta bara alveg hræðilegt. Þeim bara finnst svo erfitt að horfa upp á hann, svona mikið veikan, að þetta tekur svo á þá og þannig að þetta er bara svo misjafnt, bara hvernig við tökumst á við þetta, en það er rosalega dýrmætt, svona þeir sem standa eftir og geta tekist á þetta með manni, sko. Já, en nú, eins og ég sagði áðan, voru þið tiltölulega ung og hvernig hvað ég ætlaði að spyrja þig, hvernig þú ert ekki lengur boðin í kvöldverðaboð, þú veist, allt þetta sem að gefur lífinu gildi fyrir hjón, fara í sumarbústað, fara til útlanda, þetta er allt saman tekið frá þér. Já, maður er svolítið einn og þannig að, já, það gerir það, eins og ég segi, maður finnur fyrir einmanaleika, maður gerir það, sko. Nú var maðurinn í mjög góðri stöðu og þið voruð alveg þokkalega velstæð, en það kostar alveg heilmikla peninga að vera inn á grund. Já, sko, þessi hjúkrunarheimili eru mjög dýr og ég hef verið mjög gagnrýnin á þetta og mér finnst þetta alveg ótrúlega ósanngjarnt og ég veit það er ekki allir sammála með þetta en ég bara, það er mín skoðun að þetta er tekjutengt. Þannig að þeir sem að fara inn á hjúkrunarheimili og áður var það þannig með þá sem að voru að greinast svona snemma með Alzheimer og enduðu inn á hjúkrunarheimili að þeir þurftu ekkert að borga áður. En nú er búið að koma þessu á, ég veit ekki hversu mörg ár það eru, en það eru einhver ár. Og þá í rauninni sko er þetta tekjutengt og þetta eru gríðarlegar upphæðir sem er verið að borga þarna mánuði og mér finnst einhvern veginn að allir eigi að sitja við sama borð með þetta vegna þess að þetta er sjúkdómur og mér finnst að það eru allir þeir sem eru inn á hjúkrunarheimili er að þiggja sömu þjónustu og þá finnst mér bara réttlátt óháð tekjum að allir sé að borga það sama og þetta eru gríðarlega upphæðir, þetta er alveg galið. Maður kannski nefna það að þeir sem leggjast inn á sjúkrahús eða er á grensásdeildinni fleiri mánuði, þeir borga ekki neitt. Nei, það er það sem manni finnst nefnilega. Þú getur verið inn á sjúkrahúsi. Hversu miklar eða litlar tekjur viðkomandi. Já, þá er ekki verið að spá í það og þú getur verið, eins og þú segir, þú getur verið inn á sjúkrahúsi í mánuð og þegið allar þá þjónustu, farið í aðgerður annað og þetta er rándýrt en þú borgar ekki fyrir það. Þannig að þetta er svona svolítið svona öfugsnúða því þetta heitir hjúkrunarheimili þarna er manneskjan ekki að vegna þess að hún vilji vera þarna endilega hún þarf það væntanlega en þú fer líka á spítala án þess að vera spekluður í hvort þú verður að fara á spítala og þetta er svolítið skrítið sko. Þetta lítur að hafa haft bara áhrif á bara fjárhægir ekki á okkur. Já, og það gerði það náttúrulega. Við þurftum, eins og ég segi, við vorum svo lánsöm að Jónas var búin að vera í góðri vinnu og en við vorum búin að fara vel með okkar og það bara bjargaði helling og en ég sko,
Ég öfunda ekki fólk sem að bara hefur kannski verið tekjulítið og ennþá að borga lánunum sínu sem flestir að gera á okkar aldri. Hvað þá þeir sem í leiguhúsnæði? Þetta hryllingur sko. Já. Og ég meina, það nóg að fá þessu greiningu og allt sem henni fylgir. Hann nógu kvíðavaldandi og streituvaldandi. Hvað þá þegar þetta að bætast við líka með að fólk þurfa að hafa ágjör af sem sagt, peningum. Og fólk heyrir það alveg að fólk þarf að breyta bara miklu hjá sér sko. Og til þess að þetta getur gengið upp sko. Nú eru, 8 ár síðan maðurinn greindist. Hvernig staðan hans í dag? Hún mjög slæm. Hann sem sagt inn á hjúkrunarheimilinu og ég bara vil láta koma fram með að hann fær frábæra umönnun þarna og það alveg óbáslega mikið af góðu fólki hérna á Grund og það mikill mannauður hérna og það rosalega kærleikur hérna. Þannig og það það sem mér finnst skipta mestu máli þó að mætti nú alveg kannski fara aðeins að lagfæra þessar deildir en hann mjög slæmur. Hann í rauninni, hann þarf umönnun við allt. Hann mikið málstól, hann talar nánast ekkert. Hann á góðum degi það já og nei. Hann skilur það sem þú segir við hann? Ekki alltaf. Nei. En hann misgóður eftir dögum. Hann þekkir okkur ennþá, mæðgurnar. En nú hann búinn að missa máttinn í fótunum, þannig að hann algjörlega bundinn við hjólastól og hann þarf alla umönnun við að matast og klæðast og það sem þarf að gera. Þetta ekki frekar bratt? Hvernig sjúkdóman hans hefur þróast? Eins og ég sagði, vinkonu mín, það eru 10 ár síðan hennar maður greindist og hann langt frá því að vera eins og maður í því. Já, þetta bara svo rosalega misjafnt og nú var minn maður bara mjög svona í góðu formi þegar hann fær greiningu. Þú veist, það bara í alveg fantagóðu formi en þetta bara svo misjátt og það einhvern veginn líka bara, mér finnst stundum líka eins og að yngra fólki fari fyrr sko. Já, og mér finnst þetta oft vera svona mjög misjátt en mér finnst þetta stundum vera kannski 10 árin, einhvað pluss mínus og það fullt af fólki úr hópnum okkar sem farið sko og þetta gerist alveg rosalega fljótt líka. Það bara einhvern veginn bara eins og bara, þetta gerist bara allt í einu. Mér finnst til dæmis eins og nú Jónas hérna á heilabilunardeildinni og hann langyngstur og þeir elstu gætu verið foreldrar hans. Það fólk sem oft hefur verið mikið brattar en hann og gengið og geta talað og alls konar en það farið. Þannig að það þetta eldra fólk. Já, þetta allur gangur á þessu. Já, þetta allur gangur á þessu og þó að nú hann, Jónas minn, komin í sem sagt, síðasta ferlið, hann komin á síðasta stigi í þessum sjúkdómi sínum en við veitum ekkert hversu lengi það verður sko. En þetta náttúrulega rosalega erfitt að horfa upp á hann sko. Mér finnst bara alveg síðasta ár búið að vera alveg sérlega erfitt sko. Það svona bara, þú veist, eins og ég segi, það búið að taka allt frá honum. Þetta engin lífsgæði og hann bara eins og skugginn að sjálfum sig sko. Heldur hann gerir sig grein fyrir einhverju leyti ástandi sínu? Ég held ekki. En lengi vel, hann var ágætur í að svona fyrir ári síðan þó hann gæti ekki tala, þá var eins og hann þar sem hann var að hlusta á mann og ef við vorum kannski 2 saman hjá honum, þá var eins og hann gæti hlustað á það og gæti komið með svona eitthvað bara allt í einu inn sko, sem var svolítið skemmtilegt sko. En þannig að eitthvað var hann að fylgjast með en ekki núna sko. Mér finnst ég bara stundum ekki ná augkontakti við hann sko. En fær hann einhverja örfun þarna inni, einhverju leyti? Já, það þá núna sjúkraþjálfun og slíkt sko og þeir reyna að passa eins vel upp á hann eins og hægt og mér finnst sko meðan hann, svo þetta svo eins og ég segi, maður veit aldrei hvenar hann fer því að þó að sé nánast búið að taka allt í burtu frá honum þá hann bara svona eins og gamall maður í rauninni sko og þá veit maður ekkert sko hvenær það kemur þannig að ég held að og það það sem ég finnst orðið alveg svo erfitt að heimsækja hann sko af því að ég bara eiginlega ég er svona í kvíðan nú til ég fer inn á deild sko
þannig að því að mér finnst þetta mér finnst svo sárt að horfa upp á þetta. Þetta er... Skiljanlega. Hvernig taka börnin ykkar? Stelpurnar, já, þetta er auðvitað sárt fyrir þær líka og við erum með barnabarn líka, strák sem er 15 ára núna og ég finn alveg að hann á orðið erfitt með að koma þarna og finnst þetta sárt að sjá þetta. Þær koma með mér og það eru bara allir einhvern veginn að reyna að bera sig vel, sko. Og ég bara veit eins og með yngri stelpuna mína að svo yndislega ljúf og góða en hann einhvern veginn hefur oft verið bara mjög leiðilegu við hana. Hún er að koma og reyna að gera eitthvað með honum og segja honum einhverja skemmtilega sögur og sýna honum einhverja myndir og svona, en það er bara einhvern veginn, ég veit það ekki, það er eins og ég veit ekki, þetta er kannski bara svona vörd með hann gat, sko. Er þetta ekki líka ein birtingamynd sjúkdómsins? Það ég meina hann... Jú, getur verið það auðvitað líka, sko. Og hann er svona, hefur verið erfið líka við starfsfólki þarna upp frá líka og verið að, svona, það gerist mjög snöggt, svona, það, þú veist, hann getur verið að berja frá sér og ég þurfti aðeins að passa mig í sumar, sko. Já. Og það er bara rosalega erfitt líka. Þetta er bara, þú veist, þetta allavega, mér finnst þetta mjög sárt þegar hann er í þessu. Því maður finnur það að maður veit að hún líður ekki vel, sko. En stökkum aðeins aftur í tíma þegar þú fyrst komst inn til Alzheimer-samtökanna og ég tala nú ekki þegar þú komst á dagvistunina og sást ástand fólks. Grunaði einhvern tímann að þinn maður ætti eftir að verða svona eða fékkst að vita hvernig ástand fólks var í gegnum skjólstæðingana? Já, við rættum mikið saman, sko, og ég fór að athuga með þessi hjúkrunarheimili bara svona þegar var farið að segja við mig að hann þyrfti að fara að komast þangað. Ég var búin að fylgjast aðeins með mömmu þegar hún var í þessu, en ég bara kannski var ekkert svo mikið að spá í það þá, sko, með hvernig þetta yrði, skilurðu, kannski bara sem betur fer. Að maður hafi ekkert verið kannski að velta sig mikið upp úr því að ég held að það hefði alveg farið. Ekki hugsað eins og margir hugsað þegar þeir fá greiningu á alvarlegum sjúkdómi þá hvarflar að þeim allt til versta. Eða tókstu bara svona einn dag í einu? Nei, mér fannst að vera meira þannig, sko. Að ég tók bara einn dag í einu, sko. En ég skal alveg viðurkenna þegar við vorum í þessu ferli með að hann bara hvort þetta væri Alzheimer eða ekki, sko, þá var ég alveg komin að hugsa út í það versta, sko, hvernig þetta gæti verið. En mér óraði aldrei að hann yrði svona, nei. Og þessi bara birtingamynd þessu sjúkdóms er bara svo misjafn líka, sko. Þannig að það er einhvern veginn eins og minn maður hafi fengið svolítið erfið einkenni, sko. Já. Á allan hátt, sko. Eru til marga tegundir af Alzheimer eða? Já, það eru, ég er nú ekki mjög kunnug því, sko. Þetta eftir því hvað þetta birtist í heilanum? Já, þetta er algjörlega akkurat, þetta geta verið mismunandi stöðvar sem eru að eyðileggjast, sko. Og það er eins og með leðvíbóti, þeir sem fá það, sko, þá heilabilun, það er öðru vísi svolítið, sko. Og þinn maður er með það? Nei, minn maður það er svona Parkinson tengt líka. Nei, hann er með bara svona klassískt Alzheimer. Já. En svona í lokin, Kristín, ef þú mættir gefa einhverjum sem er núna að hlusta á okkur ráð sem að stendur í sömu sporum og þú stóðst í fyrir 8 árum eða 10 árum, hver yrðu þau? Sko, ég bara get ekki sagt það nógu ofta en Alzheimer-samtökin, það er númer 1, 2 og 3 að byrja þar. Og þar er bara svo frábær þjónusta. Og þar er líka dagvistun fyrir fólk sem getur verið ennþá heima og þar eru sálfræðingar líka, ég hef nýtt mér þá aðstöðu þar líka og það er niðurgreitt líka, maður þarf ekki að borga mikið fyrir það og bara númer 1, 2 og 3 að þiggja alla þá hjálp sem hún getur og vera fyrir en seinna með það og reyna að hugsa bara eins vel sjálfan sem maður getur því að þú veist, þetta er bara erfið sjúkdómur fyrir aðstandendur líka og ef maður ætlar ekki að brenna upp í þessu þá bara verður maður að passa upp sjálfan sig. Það er bara þannig, sko. Hefur aldrei komið svo stund að þú hefur bara verið að bugast, gefast upp? Nei, ég get ekki kannski sagt það, sko. Ég hef verið alveg að bugast en
En mér hefur svona, ég hef alveg þurft að taka á mínum sko með bara síðasta ár með að fara í heimsótt til hans stundum sko. Það hefur oft verið bara mjög erfitt sko. Og líka þegar maður í fullu starfi og ég ætla alltaf að reyna, fyrst var maður að heimsækja hann hverjum degi, svo sá maður að það gekk ekki og fór að tala um þetta við sálfræðinginn og hún sagði bara farðu þá bara sjaldnar til hans. Og ég fór að gera það og ég var alveg sátt með það að hafa það þannig að því að maður, eins og ég segi, maður verður að hugsa sjálfa sig líka sko. Og þannig að einstaklingar með Alzheimer þeir hafa ekkert tímaskyn sko. Þannig að þeir átta sig ekki á því hvort þú varst að heimsækja viðkomandi í gær eða hvort það eru 3 dagar síðan þú komst eða. Þannig að ég veit að ég held maður þurfi bara svolítið að passa upp á sig. Maður þarf að gera það sko, algjörlega sko. Því var gaukað að mér, veit ekkert hvort það satt og hef engar svo sem heimildi fyrir því að konur með Alzheimer færu mun fyrr inn á hjúkrunarheimili heldur en karlmenn með Alzheimer og skýringin kann að vera svo eða því var slegið fram að karlmenni gæfist kannski fyrr upp á umönnunarhlutverkinu með konuna sína. Konurnar væri meiri þrautsæja í þeim. Já. Ég held að sé svolítið til í þessu. Þannig að það, svona allavega með það sem ég veit, sko, þá eru konurnar segar einhvern veginn og það er kannski bara þetta móður eðli, ég veit ekki hvað það er að, þú veist, þú ætlar ekki að gefast upp og þú ætlar bara að gera þetta sjálf og bara, þú veist, ég ætla bara að hafa hann eins lengi heima og ég get og þú svona gengur svolítið á sjálfa því. Ég held að karlmenninni séu kannski svona, já, þeir grípi fyrr inn í. Ég held það. Já. En það er ekkert af, kannski ekkert af illgirni, ekkert svoleiðis eða slæmum hug. Ég held við séum bara svolítið ólík með þetta. Já, ég held það líka. Þeir eru svona umönnunar hlutverki þeim tamara. Já, akkurat, já. En hvernig, það er kannski ósanngjarnt að spyrja þig, en hvernig sérðu framtíðina, bæði fyrir þig? Nú vitum við að hverju stefnir. Þú ert kennari og ert í fullu starfi og nýtur þess. Já. Er erfitt að hugsa framtíðina? Já, ég bara hef ekkert mikið verið að gera það, sko. Maður svolítið bara svona að taka einn dag í einu, sko. En það er mín tilfinning að það sé að styttast í þessu að hann fari, sko. Og ég veit alveg að sá tími verður erfiður, þú veist, ég meina þó ég segi þetta svona, þá bara veit ég alveg að það er bara annað sorgarferli sem tekur við, þetta verður ekkert auðvelt. Og þó að maður hugsi þetta þannig, bara, þú veist, maður spyr almætti, bara er þetta ekki orðið ágætt og bara, þú veist, það er búið að taka allt frá honum, hann hefur ekkert að lifa fyrir, en þetta verður, ég veit alveg þetta verður erfitt að þegar þessi stund kemur og bæði fyrir mig og stelpuna líka. Þannig að, ég meina, við erum búin að vera saman sem við vorum 20, skilur, þetta er á langu tími og en ég veit ekki, maður er svona, svo fer maður svona svolítið, maður einhvern veginn þegar maður lendir í svona áföllum að þegar við erum búin að lenda í fleiri áföllum að þá er maður svolítið svona, hvað verður næst, þú veist, þegar hann verður farinn, er þá ekki einhvað annað sem tekur við, ég verður lasin eða einhvað, maður er svolítið þarna, sko, maður einhvern veginn eins og maður svona, eins og sé alltaf eitthvað áfall sem hljóta að koma í kjölfarið. En þú máttu þakka fyrir hvað þú hefur haldið. Já, algjörlega og ég vona bara að það verði áfram sko. En ég veist, ég náttúrulega bara er svo ung og ég meina og ég auðvitað á mína dásanlegu dætur og barnabarn og ég hef auðvitað ég lifi fyrir það og góða vini og svo verður bara að koma í ljós hvað verður sko. Allir látum þetta ekki verða loka orðin í dag, Kristín, ég óska þér allsins besta og þakka þér innilega fyrir að koma og ræða við okkur og opna þér svona þessa erfiðu lífsreynslu. Þakka þér innilega fyrir. Takk sem leiðis. Þetta er mér lokið núna. Í næstu viku munum við fjalla fátækt og þar næst ætlum við að kíkja aðeins inn í heim fanga. Takk fyrir hlustun og áhorf. Verið sæl. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni.
samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.